Við hefjum þáttinn í fókus á Sauðárkróki en þar rekið lítið fyrirtæki sem framleiðir alveg einstakar fiskibollur og hlotið hefur viðurkenningu frá græna skráargatinu. Hollustumerkingar hafa tíðkast lengi víða í heiminum og eitt hið elsta í Evrópu skráargatið sem tekið var upp í Svíþjóð árið 1989. Jákvæð reynsla Svía af skráargatinu leiddi til þess að Danir og Norðmenn gengu til samstarfs við þá merkið fyrir 5 árum og var samþykkt á Alþingi síðasta haust að íslenskar matvörur sem uppfyllti skilyrði skráargatsins gætu merkt þær sérstaklega. Eitt fyrsta matvælafyrirtæki í fiskvinnslu til að gera slíkt Freddi fiskibollur á Sauðárkróki, lítið fjölskyldufyrirtæki á Hafnarbakkanum. Þetta byrjaði eiginlega bara heima í eldhúsinu mínu að hann kom hingað 2008 og saknaði barnana sína og mín sem vorum hér og hann hafði verið að dundaveiða í Noregi heima eftir hann hætti að veiða að búa til fiskibollur og hafði þróað aðferð til að nota engi bindiefni og hann fór að dunda í eldhúsinu heima, rak okkur 3 út og sótthreinsaði eldhúsið og svo fór hann að vinna og við byrjuðum bara á vinum og fjölskyldu og því var mjög vel tekið og hann annaði alla eftirspurn og svo fór hann að fara hérna í leikskólana og þetta bara vatt upp á sig og svo var það haustdögum 2009 að Fisk Seafood, þeir eru okkur lið hérna, veitt okkur lið með húsnæði hérna og við bara þökkum þeim aðstoðina. Án þeirra hefðum við ekki byrjað hér og svo hefur þetta bara undið upp á sig og og við eigum okkar viðskiptavini vítt og breitt fyrir norðan og sunnan. Ég kaupir fiskin á markeri í Skagaströnd og ég skoðar fiskin mjög vel. Ég kaupir ekki hvað som og ég notar bara torsk. Þannig langt best ég flökar hann og beinrensan, takker råden bort, så takker jeg han hinga og skoða hann vel. Við erum með sånn sérbor með ljós. Fred leggur mikla áherslu á að framleiða gæðavöru og hannaði til dæmis sérstakan kassa undir fisk með gatasikt í botninum svo fiskurinn lægi ekki í vatni því þá soðnar hann. En nýsköpun fyrirtækisins felst fyrst og fremst í framleiðslu á sérstakum heilsubollum sem eru án glúten og mjólkur og henta því vel fyrir þá sem þjást af fæðuóþoli. Ég nota rismjölk og sån glutenfri mjöl. Med ris, det líka rismjöl og så jag med sån, detta sån sérbollar. Men så jag med vanliga stekter som ódýrare. Det med kveiti. En hvað eru þið að bjóða upp á margar tegundir? Við erum með 2 tegundir á stektum og 2 tegundir á soðnum og það eru sérstakar heilsubollur, þessar glútenlausu og með rísmjólkinni að fólk hefur valið. Og svo hefur við verið með fiskbúðing og saltfisk sem hafa notið mikil að vinsælda. Freddi fiskibollur geta því merkt þessar vöru með hollustumerki skráargatsins þar sem þær uppfylla öll skilyrði til þess, innihalda minni fitu, salt og sykur og meira af heilukorn og trefjum. En það fleira framleitt í litla eldhúsinu hjá Fred, til dæmis partíbollur. Þetta eru svona eðalbollur með rjóma og fólk, við fréttum í sumar að fólk var að grilla þessar bollur. Allt í einu jóks eftirspurnin eftir þeim fyrir utan fermingar og stúdensveislur. Og þær hafa verið pantað í brúðkaup þannig að við reynum að sinna hverjum einum. Fred kemur frá Norður-Noregi með áralanga reynslu af lín- og netaveiðum og menntun og reynslu í meðhöndlun fisks. Jag har alltid varit nota ysa först, men så var det folk med ónæmi fyrir ysa, så breyta ég bara til torsk, nota bara torsk. Það náttúrulega draumurinn að stækka og náttúrulega draumurinn að sem flestir átti sig á gildi þess að fiskibollu geta verið hollu matur og jafnvel veislumatur og það svona verið draumurinn frá upphafi. En svona einyrkja fyrirtæki eru alltaf erfið, þannig að það bara spurningin hvað framtíðin beri skautið sér, hvernig manni tekst að koma þess áfram. Við erum með viðskiptavini í útlöndum, fólk sem bara þráir að fá bollur frá okkur, þannig að
Það er svona draumi líka að fara út fyrir landið. Þau hafa mikinn áhuga á að mæta kröfum neytenda enn frekar, til dæmis með upplýsingar uppruna vörunar, jafnvel hvaða bátur hefur veitt fiskinn. Okkar aðal markmið í byrjun var kannski börn og unglingar, að fara inn í mötuneytin og kynna þetta fyrir börnum og unglingum að það er allt í lagi að borða fiskibóllur. Það geta verið góðar og það geta verið hollar. Atvinnulífssýningarnar 2010 og 2012, það er náttúrulega opnuðu leiðina fyrir okkur, að fólk bæði fyrir vestan okkur og austan okkur kynntist þessu, og svo var náttúrulega Skagfirðingar tekið þessu mjög vel og við erum mjög þakklátt. Frá fiskibólum á Króknum förum við í daglegt brauð, annað lítið fjölskyldufyrirtæki á Akureyri. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Er ég að trufla vinnandi fólk? Nei, svona. Sleppum til. Sleppum til. Hvað er þetta að brasa núna? Við erum út í kleinur. Já. Út að kleina okkur einustu degi? Já. Það er okkar það sem við seljum mest af, það er þessar kleinur. Já. Þannig að við erum að búa til heilmikið heim á dag, fleiri þúsund stykki. Já. Þarna ertu að undirbúa þetta? Já. Og hvert selur þetta kleinur? Þetta fer allstaðar hérna á Akureyri og í alla búðir, og svo fer þetta nágranna byggðarfélög hérna. Dalvík, Ólafsfjörð, Siglufjörð, Húsavík, Sauðárkrók. Það er aðalega Norðurlandi? Já, Blönduós fer á Egilsstaði. Við höfum ekkert sendt ennþá til Reykjavíkur. Það er svona, tekur daginn alltaf að fara þangað, ekki búðinu fyrir daginn eftir, það er ekki gott. Nei. Þetta þarf að vera sem nýjast. Hvað er þetta öflugt og stórt fyrirtæki? Hérna vinnum við svona á bilinu 5 til 7, 15 árstíma. Já. Hvernig er það núna? Hvernig er sumarið? Þetta er að byrja svona, sumarið er að byrja. Já. Byrja svona 17. Er það öflugur tími? Já, þetta er nærri því helmingi stærra á sumrin heldur en veturnar, sko. Já. Þá er hérna bara, fólk er að fara í útilegu og tekur með sér poka kleinum og snúðum, og allir ferðarmenn sem góð til Akureyrar og bara stækkar þetta heilmikið. Við erum með tvenns konar kleinur, það er þessar kleinur sem að kökuhornið var með á Ólafsfirði, og svo Haddíjar kleinur, sem er annað merki sem við erum með. Hvernig er það þegar þú ert að kaupa fyrirtæki eða vörunúmer eins og þetta? Fylgja þá ekki uppskriftir? Jú, það er það má ekki breyta því neitt, sko. Nei. Fólk er að borða þessa vöru og svo einhver annar kauphitt að vera að framleiða, þá verður að halda sig við sama dótið. Við notum sömu teskeiðina og Haddi gamla notaði þetta, sko. Það má ekki breyta þessu, sko. Nei. Þannig að Kúnni þekkir þetta? Kúnni þekkir þetta, sko, og það þýðir ekkert að, og svo einhver nýr kall kom inn, það verður að halda sömu uppskriftinni sem að amma einhvers gerði fyrir mörgum ára síðan, sko. Hvað ertu búinn að vera lengi í þessu starfi, í þessum bransa? Ég er búinn að eiga þetta fyrirtæki síðan 2001. Þá kaupi ég Haddíjabrauð sem var út á Svalbarðseyri. Og svo 2003 kaupum við kökuhornið sem bakkar í Ólafsfirði. Flytjum það bara hingað inn á Akureyri og sendum við þangað daglega bara út fyrir. Hvernig er að reka bakkari í dag? Það er bara ljómandi gott, sko. Það er ekki... Það er alltaf bara smá slagur alltaf, en allt í góðu. Þú ert að keppa við stærri fyrirtæki? Já. En hvernig er vinnudagurinn hjá þér og ykkur? Við byrjum hérna klukkan 6 á morgnana og erum til svona 2 á daginn cirka. Lengist dagurinn á sumrin svolítið og kringum jól og svona þegar við erum í laufabrauð. En annars erum við búin svona, cirka 2-leytið. Þið byrjið náttúrulega þetta snemma, en ert þú þá að keyra út á kvöldin og fylgjast með sjálfur? Við svona skiptumst á að gera þetta. Að tékka á hvað þau selst yfir daginn og til að geta sett eitthvað í búðina daginn eftir. Þannig að þetta er stundarlangur dagur. En er fólk almennt svona duglegt að kaupa, hvað maður segja, kleinur, brauð eða hefur markaðinn eitthvað breyst?
Já, það svona, fólk mjög duglegt að kaupa þetta sko. Já. Því hvernig hann hefur breyst svona, svona, sem kannski mest óhollast, kannski að dvína í sölu. En þetta gengur allt í hringi einhvern veginn. Það má baka flatbrauð allt árið og búa til sína eigin uppskriftir, til dæmis með fjallagrösum eða kúmeni, segir hún Dudda úr Aðaldalnum. Hvað að gera? Ég að baka í form, í nokkrar bygglaða dollur og þæri með dívankorn. Landsmenn borða aldrei meira af flatbrauði en á þorranum. En mikið mál að búa til sínar eigin flatkökur? Nei, ekki það mér finnst. Mér finnst það bara mjög einfalt. Og hvað í flatbrauði? Uppistaðan rúmjöl og svo heilhveiti og svo misjafnt. Það hægt að leika sér með allt mögulegt. Ég til dæmis setti kúmen stundum í, fjallagrös og þurrefni setjum maður bara saman í skál og væti svo í með sjóðandi heitu vatni. Það að vera alveg sjóðandi sko. Ég að elda mat og ég elda í pott sem eldgamalt vaskar. En þú ert einmitt alin upp við flatbrauðgerð? Já, alveg frá unga aldri. Var flatbrauði gert oft á þínu heimili? Já, þó nokkuð og oftar í gamla daga heldur en núna sko. Nú til dags, nú þetta aðalega veturnar. Mikið í kringu þorrann. Þetta náttúrulega þorra tengt sko. En aðferðirnar þær voru nú svolítið öðruvísi heldur en þú viðhefur í dag. Þú ert nú búin að koma þér upp svolítið góðri aðferð við þetta. Já, ég ger svolítið öðruvísi. Ég í eldri, svona gömlu þær gerðu þetta eins og svona laufabrauðið búið til að þær gerðu sívalningana cirka svipast svera og skáru svo niður í hæfilega breiðar kökur og breiddu þetta alveg farið út. En núna þegar ég bý til degi þá bý ég til sívalningi það sveran og svo tek ég bara hörtvinna og sker þetta út. Sem að gerir það að verkum að kakan miklu linari og fínni og hún svona ekki seig. Baka, þetta finnst mér nú alveg fáránlega vitleysa. Það nú En flatbrauð það ekki bakað í hefðbundnum bakarófni? Nei, aldils ekki. Áður fyrir var það alltaf bakað á hellum, bara á rafmagnshellunum. Hvort þetta sem inni á eldavél eða lausri hellu sem hægt var að fara með út eða eitthvað svoleiðis, sko í bílskúr eða eitthvað. En ég bakaði þetta bara með gashus, bara eins og maður svíður með. Og þá það opinn eldur sem að okkur finnst ofboðslega gott að þá það glóðabakað. Og Þessu fylgir líka svolítið vandamál ef þú ert að baka á eldavélaða hellu? Já, inni. Það kemur alveg ofboðslega sterkja. Það alveg var grátið yfir þessu. Ég man eftir þeim í gamla daga þeir eru bara alveg grétur sko. En ég elda fyrir því. Ég set stöppu í pottin og stein set ég gatir í. Og seinna ef ég eignast mann þá elda ég svona fyrir hann. Þú maður sjá. En þetta nú ekki eina nýjungin sem að þú viðhefur þegar þú ert að baka. Mér skilst að þú notar líka svolítið nýstárlegar aðferðir í laufabrauðsgerðinni. Já, búin að gera mörg ár. Ég breiði út laufabrauð í gamalli taurúlu sem að ég bara lakkaði upp og fekk mér áskotnaðist gömul taurúla sem með svo óbúðlega flottri herslu á kefnin saman, þannig ég næði þessu alveg allir jöfnu og fínu. Og en það tók tíma sinn að þróa það upp sko. En virkar vel? Já, tókst vel. En fyrir þá sem vilja prófa að gera eigið flatbrauð og að gera það í fyrsta sinn, ertu með einhver góð ráð fyrir þá? Eitthvað sem verður að passa sérstaklega vel upp á? Skoða bara uppskriftir og þróa þetta svo áfram og passa bara að væta sæmilega vel í því, gera það ekki of hart. Að það að vera hæfilega gott og mikið vatn í þessu, þá verður það linar og fínar og bara þróa þetta áfram. Þú maður sjá, en farðu svo frá, því ég að